Já, við ætlum að halda áfram þar sem frá var horfið fyrir nokkrum mánuðum held ég bara að beina ljósopinu að Grindavík og álita efnum sem upp hafa komið eftir hamfarasögu bæjarins og allt það sem að óþarfi að reifa hér. Eftirmálar voru í fréttum Víkurfrétta fyrir nokkrum dögum. Orðið spilling var ekki nefnt í frétt sem ég las en ég gat ekki séð annað en að allavega spurningar spillingu hefðu vaknað í tengslu við það hver sinnir hverju, hvaðan peningar koma, hvert fara. Við vitum jú að það hafa verið fordæmalausir tímar, þótt stundum sé klæmst á því, þá eru þeir svo sannarlega fordæmalausir, þeir hafa verið það þarna og ótal margir spenar sem hægt hefur verið að sjúga. Það einn anginn á þessum málum öllum og á sama tíma og hugur okkar landsmanna held ég heill og hlýr gagnvart öllum Grindvíkingum og öðrum þeim sem að hafa þurft sárt að binda í þessum náttúruhamförum undanfarið. Þá gæti líka verið góð hugmynd að veita því aðhald sem þarf að veita aðhald. Og ég hef fengið hingað til okkar að rauðaborðinu blaðamanninn Sigurbjörn Daða Dagbjartsson sem skrifaði þessa frétt sem ég vitnaði til. Vertu velkominn. Takk. Þú segist mæta hingað í viðtali til minn fyrst og fremst sem Grindvíkingur en ekki sem blaðamaður. Algjörlega. Af hverju gerur greinarmun á því tvennu? Þetta bara tvennt dálítið ólíkt og ég þarf að passa mig sem blaðamaður að taka Grindvíkingin frá, vera ekki reyna að gæta hlutleysis, eða ekki? Já. Þannig að mér kannski hætti til að láta tilfinningarna þá. Já. Þannig að maður þarf að passa sig á því, en sömulegis að ég við minn vinnuveitanda, Pál Gittilsson, að ég væri bara komin hingað sem Grindvíkingur. Akkurat, en þetta góður punktur sem maður nefnir. Ef maður ekki kaldur gagnvart umfjöllunarefninu, ef maður með tilfinningar gagnvart því og svona, þá náttúrulega meiri hætta á einhvers konar bias. Já. En þannig að þú ert hér sem Grindvíkingur, þóttu sér líka maðurinn sem skrifaði fréttina sem vakti áhuga minn. Þetta bara, ég dálítið athyglisverðri stöðu upp á það að vera, beggja vegna borðsins, má ég segja. Já. Men ég tók þátt sem, ég var bara í þessum mótmælum daginn við Grindavíkurveg. Ég var í leiðinni með síman uppi og var að mynda og RÚV fékk að nota efni úr því og ég birti líka viðtal við þann sem skipulaði þau mótmæla og allt það, þannig ég dálítið beggja vegna borðsins, sko. Þetta mjög áhugaverð staða sem þú lýsir einmitt. Já. Og sko, ef við byrjum á því að ræða það sem kemur fram í fréttinni, fyrirsögnin, hún segir að 2 fyrirtæki við eftirlit í Grindavík, þú notar orðið, kostar ríkið yfir 50 milljónir króna á mánuði. Að velja sögnina að kosta, var það meðvitað? Hefðu við getað notað einhverja aðra sögn eða þetta bara... Eins og hvað? Hvað ertu að meina? Hvað voru það ég átt að nota frekar? Ef eitthvað kostar einhvern, þá ertu komin með tvennskonar merkingu. Að eitthvað kosti. Þetta kostar ríkið klárlega. Já. En ég bara svona að spyrja hvort valið á sögninni hafi verið, hvort þú varst að vísa aðeins út fyrir eða hvort þú varst bara... Ég held að minn styrkleiki í minni blaðamennsku klárlega ekki að búa til góða fyrirsögnir. Það ekki þessari fyrirsögn. Bæði Palli og Hilmar Bragi, kollegi minn, þeir áttu ekki að grína mér með það. Þannig ég gæti alveg trúa að þeir hafa nú kannski eitthvað hjálpað mér með fyrirsögnuna, sko. Já. En hún segir allt sem segja þarf, held ég. Men þetta kostar ríkið bara klárlega þetta. Já. En svo spurning hvort að það sé þá réttlætanlegt eða hvað. Nú ástæðan fyrir komin til hinn, held ég. Einmitt, sko. Og þegar maður lest næst að öryggistjóri Grindavíkur tengist stjórnarformanni og eiganda Stigmanna EHF nánuböndum, þá áttar maður að segja því að þú ert að segja frá því að tengsl hafi þarna eitthvað það að segja hverjir siti að kjötkörlunum í því sem að fréttin varðar sem eftirlit. Farðu nú bara yfir þessa sögu
með okkur. Byrjum bara á byrjuninni, það 10. nóvember 2023 sem að hamfarirnar eiga sér stað í Grindavík og labbaðu yfir með okkur og hlustendum og áhorfendum hvað gerist og tengist okkar umræðefni hér. Sko þegar maður skoðar, og það líka svo gott í þessu að þú getur, allir Íslendingar eða allir í heiminum geta farið inn á bara síðuna hjá bara ríkinu og opnir reikning, mann ekki alveg hvað hann heitir og þetta bara almannafé. Það eiga allir rétt á að geta séð þessar upplýsingar. Já. Og þú setur bara undir stofnun ríkislögreglustjóri og Birgi þá bara hvaða fyrirtæki þá. Þannig með því að setja þessi fyrirtæki getur maður bara séð kostnaðan og þú velur bara tímabil. Já. Og mér sýnist allavega með Sigmenn þeirra aðkoma byrjar... Hvað Sigmenn? Sigmenn fyrirtæki Sigmenn EOF. Sem gerir hvað? Mennar í Grindavík eða? Yfir höfuð? Ég bara útskýru samhengi Sigmanna í þessari umræðu. Já, allavega þeirra þjónusta keypt í svona snemma á síðasta ári. Og þetta tengist væntanlega ömulega dauðsfallinu. Þannig að maðurinn fættur hún sprunguna. Já. Og ég notabenni. Ég sýni því fullan skilning að ríkið myndi vilja kaupa þjónustu þessa fyrirtækis til þess að byrja með. Þannig að þurfti að síga á henni sprungur og annað. Já. Og ég myndi halda að það alveg hefði engin, ég hefði ekki haft orðað því fyrir fimmering ef að þjónustu þessa fyrirtækis hefði verið keypt svona fram í cirka ágúst í fyrra. Okay. Það Grindavíkurnefndin sem sett á, þannig að einhverjum tímapunkti, hún fékk bara fjárveitingu frá ríkinu til þess að byrja bara að laga bæinn. Bæða laga og gera hann bara íbúðarhæfan. Fylla upp í sprungur en að girða aðrar sprungur af. Já. Þannig að ég vil meina það, þetta ég kannski dálítið bæjast þar, hlutræður, en ég vil meina það, ég er nú búið að það síðan meðan apríl í fyrra, að síðan í ágúst í fyrra, þá Grindavík bara búin að vera jafn öruggur ef ekki öruggari staður þess að búa á heldur en bara flestir aðri staðir. Það hefði búið að skima hérna allt og annarkvæmt búið að laga sprungunar eða bara gera það kyrfil af. Þú getur allstaðar komið þér í hættubjörn, þú veist það alveg. Já. Menna bryggjan ekki öruggur staður fyrir börn að vera á. Nei. Og við erum með dæmi, ömurlegt dauðsfall núna á dögunum í þessar Reynisfjöru. Það allstaðar hægt að koma sér í hættu. Já. Þannig að síðan í ágúst í fyrra þá hefði ég talið að hlutverki Sigmanna væri lokið. Já. Og reyndar það þannig og öryggistjórinn, og þetta náttúrulega snýst dálítið hann, einhver setur hann á sem öryggistjóra Grindavíkur. Og ég kannaði það hjá bara lögregluembættinu á Suðurnesjum í dag. Það ekki lögreglustjórinn á Suðurnesjum sem að ákvað þetta. Og ef það var ekki hann, ég ekki búin að fá svör frá samskiptastjóra, ríkislögreglustjóra, en ég spurði bara hver ákvað að setja þennan mann á sem öryggistjóra. Hlýtur bara að vera ríkislögreglustjóri þá. Og hann þá yfirmaður eftirlits og... Hann titlaður öryggistjóri. Ég hef ekki séð starfslýsinguna hvað hann að gera. Þannig að hann ekki í vinnu hjá ríkislögreglustjóra, heldur bara í vinnu hjá eigin fyrirtæki. Hann og konan hans eiga þetta fyrirtæki, að mér skilst. Hún stjórnarformaðurinn og hann á þetta. Þannig að þetta fyrirtæki búið að rukka síðan í ársbyrjunni fyrra 191 milljón. Já. 191 milljón. Og eins og ég segi, ég hefði sannlega ekki pælt neitt í því ef að þetta hefði verið 191 milljón fram í ágúst á síðasta ári. Skilur mig, ef að þurfti bara svona marga menn í að síga og skilur mig. En síðan í ágúst í fyrra, og bara á þessu ári, þá var þetta fyrirtæki búið að rukka ríkið 60 milljónir á fyrirhluta ársins. Fram til 30. júní 60 milljónir. Og það þarf engan starffræðing til þess að fá þá 10 milljónir á mánuði. 10 milljónir? 10 milljónir á mánuði. Og hann, sést þarna stundum, ég hitt hann á föstudaginn, minnum mig, og hann út í bíl og ég talaði hans við hann og sagði hann nefndi ekkert Sigmenn neitt á nafn, bara vildi fá fullt nafn á hann, en ég væri örugglega með réttan aðila og ég var 95% öruggur og ég vildi bara vera með á hreinu. Varstu það ekki búin að byrja fréttina? Nei. Ég vildi
vera með á hreinu, en ég nafngreindi hann ekkert í og þetta sé ekkert holdt ég sé að nafngreina hann heldur hérna núna með þér. Ég vildi bara fá... Við skulum bara ræða þetta sem samfélagsmál, þannig að ég er alveg sáttur við það að við sleppum nafngreiningu. Já, það skiptir eiginlega engu máli. Já, og veitu, hvað var ég að segja? Ég var að spyrja hvort þú hefðir verið að ræða við hann fyrir... Já, áðurinn í birti og... birtir. Já, þannig að þú veist, þessi maður sem sagt búin að vera ég veit ekki, eini starfsmaðurinn eða hvað sko, og hann er ekkert alla daga, en það er ekkert fyrir hann að gera alla daga, Grindavík hvað sem er. Nei. Skilurðu mig? Og starfsmennina, svo bara pínur svona hliðarsaga sem að sýnir fáranleikan í þessu. Að félagi minn er að reka þarna veitingastað, við skulum ekkert nafngreina veitingastað. Okay. Einu hádeginu þá allt inni birtast að ég held 3 menn og þeir biðum að fá að komast í vatn. Já. Og hann, okkur, býtu hvað, við ætlum að þrífa gluggana hér. Og hann spurði svo sem ekkert, var bara himinlifandi með að glugganir í fyrirtækjunum séu þrifnir. Já. En þá komi ljós að þá er þetta væntalega held ég starfsmenn Sigmanna, að þeir voru til dæmis með það hlutverk og það verkefni, þeir voru að þrífa gluggana í háhýsinu niður í Smáralind, þannig Dílóthúsið sem að stóra háhýsið niður í Smáralind. Já. Og voru með það hlutverk og gott og vel, þú veist, þetta er ekkert fyrir alla að þrífa glugga í svona háhýsum. En hvernig tengist þetta öryggislutverkinu? Ja, þeir eru starfsmenn Sigmanna, Sigmenn EOF, einhverjir starfsmenn. Já. Þannig allavega þennan dag, þetta er bara, ég veit ekki fyrir hvað löngu síðan, þá bara byrtust 3 menn og komu ljós þetta voru starfsmenn Sigmanna. Og ég veit ekki hvernig kveikin er að þessu, hvort að öryggistjórinn sem á Sigmenn hafi fengið saganskupið yfir að þeir væri ekkert að gera neitt. Já. Og í staðins að láta bara bóri nefið að láta á þrífa gluggan í einhverjum fyrirtækjum. Og ef það er þannig þá er ég og þú sem skattgreiðendur að borga þessi gig. Þessi félaga minn, ég tek þessu bara fegin sendið, þá þarf ég ekki að borga fyrir, þá þarf ég ekki sjálfur að þrífa gluggana. En hvað rugl er þetta? Að Sigmenn rukka ríkið 10 milljónur á mánuð og þeir fara bara að þrífa glugga óumbeðnir í Grindavík. Er það hlutverkið það með það? Þetta er bara algjörlega galið í mínum huga og mér finnst, og það er meira sem ég hugsa þetta, settu nú Facebook status á sundaginn, minnum mig, vísaði þarna, deildi viðtali við forseta bæjarstjórnar Grindavík og hún bara mjög ánægð með umræðan og allt þetta og ég einhvern veginn bara sýndi þetta fram á fáralegan í þessu og alvarlegan í þessu líka. Að ef maður er settur á ríkislögreglustjóra, nú er ég ekki að fullera það svo sé, en einhver ákveður að hann sé gerður öryggistjóra og væntanlega ríkislögreglustjórin. Og ef þú ert orðinn öryggistjóri, þá lítur að vera með ákveðin völd og það lítur að vera að hlusta mikið á hvað þú hefur að segja. Þannig að þessi maður búinn að vera með þau völd að hann geti bara talað ástandið í Grindavík svona svakalega mikið upp svo hann geti maka krókin og sendt reikningu upp að 10 milljónir á mánuði til ríkisins og eins og ég sagði líka ef ég og Víkurfréttir hefum ekkert fjallað þetta, ef enginn er spáðnett í þessu væri við þá kannski bara ennþá eftir 1 ár ennþá að spá í hvað Sigmenn eru að gera rukka ríkið 10 milljónir á mánuði. Hvað djöfisins vitleysi er þetta eiginlega? Þannig erum við komnir að mjög áhugaverðum punkti að það er sem sagt, það eru til öfl og fyrirtæki sem hafa hag að óbreyttu ástandi. Það er bara þannig. Og sko við almenningur utan Grindavíkur, við höfum verið að klóra okkur í hausnum. Ef ég tek sjálfa mig í ferðalag ár aftur í tíman, þá held ég að ég hafi verið á þeirri skoðun að þessu plássi væri varla viðbjargandi. Eins og það sótti ég Grindavík heim daginn með syni mínum og við gengum þarna grundir og mér fannst þetta svolítið dystopíst í þeim skilningi að þið er dystopíst? Já, bara svona heimsenda bragur á því að sko þú ert þarna með þessar glæsilegu byggingar, glæsileg mannvirki en eina hljóðu sem þú heyrir, það er fuglasöngur. Og eftir að við löbbuðum þarna nokkra stund og fengum okkur svo að borða á veitingastað sem var opinn, þá held ég að viðhorf mitt hafi snúist aðeins, sjónarsögur ríkari og allt það. Og í dag held ég kannski að það séu
nú veit ég ekkert það, ég er bara að tala út í loftið en maður á vini og kunningja og maður fer við og ég held kannski að sko þetta viðhorf til framtíðar Grindavíkur hafi verið að snúast. Það lítur bara að vera og svona hefur, maður heyri þetta svo mikið og maður er hitt fólk og er það ekki? Jú, og bara, hvað sér býrði í Grindavík? Já, er það ekki stór hættulegt? Maður þarf eiginlega að heimsækja staðinn. Nei, segi ég, það er ekkert hættulegt. En það er ekkert óeðlilegt ef þú ert mataður dag eftir dag, hvað ástandið sé hættulegt. Já. Þá trúir þið þetta. Úr munni þeirra sem hafa hagsmuni, fjárhagslega hagsmuni á því. Þetta er bara, eins og ég segi, svakalt og ekki bara hvað þetta er mikill viðbjóður ef þetta er svona að hann að Magga skara elda í einn köku með þessu, en hvað er þetta hugsanlega bara búið að kosta Grindavík? Hvað er þetta búið að kosta samfélagið Grindavík mikið? Ef að bænum er haldið í spennitrýju einhverjum mánuðum lengur en það þarf, hvað kostar þetta? Já. Þegar þú sagðir í allavega upprunalegri útgáfu þegar málið er kannan nánar kemur athyglisverð staðreynd í ljós stjórnarformaður Sigmann EHF er eiginkona öryggistjóra Grindavíkur en hann er starfsmaður ríkislögreglustjóra. Ég held hann væri starfsmaður ríkislögreglustjóra en hann er starfsmaður Sigmanna og ég leiðrétti ég leiðrétti ekki næst í Jú, svo kom uppfært. Dregur það eitthvað sláttin úr þessari frétt? Hann sé starfsmaður Sigmanna? Já. En ekki starfsmaður ríkis? Já. Nei, það gerir það ennþá alvarlega held ég. Gerir það ennþá alvarlega. Já. Hvaða viðbrögð hefur fengið við þessari frétt? Því að ég þekki það nú sjálfur sem héraðs blaðamaður. Ég var nú sjálfur ritstjóri mjög ágengs vikublaðs sem að hétta Akureyri vikublað og við vorum einmitt með grjótara fréttir eins og þess á forsíðunni viku eftir viku og endaði nú með því að vinunum hafi fækkað helvítir hessilega og ekki síst hagsmuna hafhöfum svo kvöldluðum, en hvaða viðbröð hefur fengið? Viðbröðin eru til dæmis þau, hérna er ég stattur á þriðjuti í spjallætti á þér, til dæmis, og við varst að hálffyndið að semst daginn eftir á föstudagsmorgun, hringdi í mig kollegi okkar þá á RÚV, fréttamaður, og hann sagði ekkert efni strax, ég bara, RÚV er að fjalla þetta, en þá var hann að leitast eftir allt öðru, að því að mynd sem var þetta mótmælin, sem að var, og við plönuðum það, ég birti bara myndina sem að Dagmar Valsdóttir sem að skipulaði mótmælin, hún sem bjóti mynd með aðstoð gerfugreindar. Þannig að við komum til blaðamaður var að, ég held að væra, og hann vissi ekki það, ég sagði hann frá, þetta er áhugavert. Og svo rataði þetta þá allavega á rúv.is, og ég held að þetta sé búið að koma í kvöldréttum. Og ég vil ég bara eiginlega trú ekki öðru en að Kveikur til dæmis. Ákveð er þetta ekki eitthvað mál sem að Kveikur vil fjallum? Kannski eru þið þegar byrjað þeirra að skoða þetta? Ég vona það alltaf, þetta muni ná eyrnum að það er komið svo svakalega löngu komin tími á að fara að vinda ofan að þessu rugli. Þetta er bara algjört bull og þessu verður að fara að linna, sko. Ég var aðeins að fiska þegar ég spurði hvaða viðbröðu hefði fengið til dæmis hvort þeir sem þú ert að fjalla hefðu verið í sambandi við þig eftir að fréttin kom út, hvort þeir hefðu... Þetta meina sem ég fjallum þetta? Já. Ég náttúrulega er ekki með kontaktupplýsingar á öryggistjórunum og mig grunar að hann hefði ekkert boðið mér í kaffi að ég hefði kíkt á hann í morgun, sko. Nei. Ég er ekkert viss um að við stofnum mataklúbb úr þeir sem komið þar, sko. En ertu búin að fá klapp á bakið frá... Grindvíkingar eru rosalega ánægðir. Bara mikil ánægðir. Og þá kannski ekki síst þeir sem að hafa neitað að fara úr bænum og búa þarna ennþá, eða hvað? Já, allir gangur á því. En bara ég fengi mjög góð viðbröð svo við og mér stólt athyglisverð, þú kannski eftir að minnast á öryggismiðstöðina líka. Og þú ætlaði kannski að fara að koma að því. Ef ekki bara tala þeirra þátt líka. Jú, þetta eru tvö fyrirtæki. Og þú veist, nota bene, ég ætla ekkert að gera, þú veist, mér finnst auðveldara að það semst er réttlæta þátt öryggismiðstöðurinnar í þessu öllu. Af því að bæði lögreglan, ég er búin að fá þar upplýsingar, þú veist, þeir höfðu bara ekki mannskap og okkar björgunarsveitir, þær eru bara, þeir sjálfboðastarf og það var bara komið að því, það þurfti einhver að fara að borga fyrir þetta. Og í stað þess að borga styrkja björgunarsveitina og fólk í sjálfboða, þá lágu þetta beinast við að leita til aðila eins og öryggismiðstöðurinnar, myndi ég segja. Og
og það bara hægt að sjá þessar upphæði líka sko. Þeir hafa rukkað og ég veit ekkert hvort að þeir eru að maka krókinu eitthvað óvinnu mikið en bara, man ekki þessi tölur árið nákvæmlega en hvort þetta eitthvað nált 800 milljónum sem að þeir hafa rukkað frá 10. nóvember og mér varst fyndið að ég var í sambandi við bara sjálfan forstjóran í fyrirtækinu út af öðru og hann svaraði, hann var búinn að vera í frí reyndar, ég veit ekki hvort hann var að koma tilbaka úr frí í dag, hann svaraði mér bara á mínu persónulega e-maili út af öðru og ég spurði hann þar hvort hann hefði ekki fengið e-mailið það sem ég bara áður en ég hafði sambandið við ríkislögreglustjórann og allt það og samskiptastjórinn sendi mér bara þessa síðu, opni reikninga hvað þetta heitir, mann það ekki alveg og ég spurði hann hvort hann hefði séð póstinn, já og þá svaraði hann því bara, já þetta er bara trúnaðarmál og ég má ekkert eitthvað tjá mig það. Þannig ég svaraði honum bara, já reyndar var mér bent á þessa síðu og þarna getur maður bara séð þetta og ég lýsti þessu bara fyrir honum. Þú setur bara undir stofnun ríkislögreglustjóri og Birgi öryggismiðstöðin. Þannig að þetta er nú ekki meiri trúnaðar en það. Og svo spurði ég hann og mér finnst mjög áhugavert og ég reyndar fékk ekki svör frá Vinnumálastofnun í dag. Ég held ég eigi að geta fengið þessar upplýsingar en kannski er einhver trúnaður, ég veit það ekki. En mín kenning er svo að því að þessir öryggispóstar sem voru settir á í fyrra ertu búin að heyra sögur Grindvíkinga af þessu rugli sem var í gangi? Trillukarlinn Magnús Gunnarsson hann kom hérna einu sinni og ræddi þetta við mig. Lýstu því? Ég bara, þú veist, við þurftum alltaf að gefa kennitölu þegar við fórum til Grindavíkur. En stóran hluta síðasta sumars og alveg fram að þessu lauk minnum í október minnum mig, þá hættu þessir öryggispóstar. Ég fór inn í Keflavík, en ég fór náttúrulega bara þá leiðina heim, þú veist, svo voru öryggispóstar á Nesvegi og Suðurstrandarvegi. En þetta var nú ekki meira öryggi í því að þegar maður beygði í átt að öryggispósturinn var bara við lónið. Þú veist, fólk gat farið í lónið, en svo var öryggispósturinn, þannig að þú varst að við Grindvíkingar áttum að fara þá leiðina. En við gátum beitt til vinstri og farið fram hjá varnargörðunum. Og ég því miður, og ég lenti tvisvar í tjóni með bílinn minn. Þannig að þarna voru grjótflutningar, þannig að grjótaði dottið af og ég lenti tvisvar í því að keyra yfir stórgrjót og tjón. Það var bara við mig að sagast, svo sem í því. En þú veist, öryggi var ekki meira en það. Þannig að ég geta sagt þér, heyrðu, sleppti að fara ekki öryggi og beigðu bara strax til vinstri. Það var ekki meira öryggi en það. En allan annan tíma þá gátu Grindvíkingar bara, eða þú, eða hver sem gefið upp einhverja algjöra rugl kennitölu. Og ég minntist á það í fréttinni. Þú veist, ef maður getur gefið upp kennitöluna 33 13 21 0000 og við komum til að skrifa þetta bara niður og bara óskar þér góðs dags eða besta kennitölan 12 34 56 78 90. Þetta er 1 og upp í 0. Og mér athygli mér var vakin að því að kona sem að bara gaf upp sína kennitölu, ég man ekki alveg hver kennitölan var, þetta skiptaði ekki máli, en allavega 26, segjum það 26 12, en þá sagði viðkomandi starfsmaður og með fullri virðingu fyrir þessum krökkum, þetta voru venjulega bara krakkar, minnum mig. Bara við fullir virðingu fyrir þeim. Við erum bara öll misjöfn. En við komum til gata ekki tekið við kennitölunni svona. Getur þú sagt hana bara 2, 6, 1, 2. Þannig að gat skrifa það niður. Þannig að ég veldu og nú er ég ekki að setja út á kerfi. Þetta er frábært kerfi. Þetta er úrræði sem að Vinnumálastofnun býður fyrirtækjum upp á. Atvinna með stuðningi eða stuðning með atvinnu, annarkvort. Sem að segja það að þú getur ráðið starfsmann sem að er á vegum Vinnumálastofnunar, er öryrki með einhverja, þú ert öryrki út af einhverju, saman hvað það er, þú getur ráðið viðkomandi vinnu, hvort það er 50% eða eitthvað, og Vinnumálastofnun tekur þátt í launakostnaðanum. Þannig ég er búin að bara senda fyrirspurn á Vinnumálastofnun, hefur öryggismiðstöðin nýtt sér þetta úrræði, þannig að og auðvitað öryggismiðstöðin alveg geta nýtt sér þetta úrræði eins og hver annar. En hverslags rugl er það ef að,
og eins og ég segi, er skrítið að maður láta sér dett í hug ef viðkomandi getur ekki tekið við kendlu 26-12 öðru svona skrifa 2-6 að hann sé með einhverja takmörkun þannig að var öryggismiðstöðin þá bæði að rukka ríki 45 milljónir og líka að rukka vinnumálastofnunum hluta launagreiðsla og ef að það og ég spurði mitt forstjóran út í þetta, ég ætla ekki að nafngreina hann, ég spurði forstjóran ég er búin að leitast, getur þú svarað þú veist, það kom alltaf ekki svarað því ef það er hægt að sýna fram að öryggismiðstöðin var að nýta sér þetta finnst fólki það bara í lagi og ég spyr þig bara, menna, finnst þér það að vera í lagi? Ég áskil mér rétt til að svara ekki spurningunni, heldur að halda áfram að spyrja en sko Grindavíkur nefndin Tölum Grindavíkur nefndina það voru einhverja breytingar á henni, það voru meiri svona, var ekki dreifðara voru ekki einhverju stjórnmálamenn þarna sem eru hvað Við skulum bara tala þetta bara eins og þetta það var bara pólitíkin í hnotskurn og ég ætla ekki að segja og við skulum bara koma inn á þetta líka ég var alveg mjög nálægt í að kjósa samfélkinguna mér leist rosalega vel á Kristrúnu pabbi, ég veit hann að snúa sér nokkra hringin úr í gröfunni blátt blóðið þínum blátt blóð eins og flestar að Grindvíkinga hérna en bara þannig að því sé haldið til það ég endaði að kjósa bara Sjálfstæðisflokkinn og þannig ég ekki, en það bullandi spilling örugglega þar líka, það er spilling í öllum stjórnmálaflokkum held ég þannig þú veist, ég ætla ekkert að hvíttrú þá og ef þetta hefði verið öðruvísi þá ætla ég ekkert að segja Sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki skipt þeim taumur út Sagan segir að mest sé spillingin oftast á þeim sem hafa mestu völdin og til langstíma en þú veist, ég ætla ekkert að segja Sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki gert það sama það getur vel verið þeir hefur gert það sama en allavega Grindavíkurnefndinni, við vorum rosalega ána með hana Árni Þór, formaðurinn, hann fekk að halda áfram Dálítið skrítið reynda því að hann átti að vera bendlaði við Vinstri græna, við ekki þeir duttur úr ríkisstjórn og duttur bara út af þingi og allt það en okkur fekk hann að halda áfram og var ekki líka gerð frétt laununans, þau voru ekkert smáraði Saga segir að formaða Grindavíkurnefndina sem 2,5 milljónum á mánuði og hinn 2 með 1,5 Þarna var allavega Gunnari og Guðnýju Sjálfstæðisflokkur þá og Guðni fyrir Framsókn þeim var skipað út við vorum rosalega ána með fyrir Grindavíkurnefnd það var bara rosalega kraftur þau fengu fjármagn í að byrja að laga bæinn og allt þetta síðan að þessi breyting var þá ekki neitt, við heyrum ekki neitt og ég óskaði eftir ég reyndi að hringja með GSM-númeri hjá Árna Þór ég er með e-mail hjá honum ég reyndi að hringja, sendi e-mail 15 ekki fengi svar og ég vildi fá frá þeim hvort það satt væri að hvort þeir mann þá núna að inn í þessu öllu þessu ferli að bara lögum samkvæmt þá þurfum við að vera með okkar slökkvilið starfandi það er bara nokkur á vakt að þegar íbúafjöldin vist mikið og líka út af ástandinu þá þurfti bara slökkvilið að vera á vaktinni frábær slökkvilistjóri Einar Sveinn Björnsson minni mig hann stakk upp á því og við Grindavíkurnefndina og ég veit ekki hvort að Grindavíkurnefndin reyndi eitthvað að tala fyrir því en hann stakk upp á því við þurfum að vera á vaktinni hérna í Grindavík við getum sinnt öryggisgæslunni sem öryggismiðstöðin að sinna og ég held að við munum gera það betur með fulli virðingu fyrir þeim sem ég veit ekki hvort hann sagði þetta að ég held að slökkvilið okkar hefði pottið sinnt í starfi betur heldur en krakkarnir það er bara margótt sem að Grindvíkingar hafa verið á rúnt á nóttinni og komið aðeins bara sofandi í vinnunni þannig að ég held að slökkvilið með fulli virðingu slökkvilið okkar hefði sinnt í betur og þeir hefðu líka getað sinnt því sem að sigmennir áttu að vera að gera þetta er bara björgunarsveita menn og kunna að síga á allt þetta hann lagði þetta til ekki hlusta á það en var Grindavíkurnefndin nóg mikið ég veit það ekki en mér finnst gott að ég skildi muna þetta að því einhver þarf að borga fyrir slökkvilið Grindavíkurbær er bara á kúpunni það er engin innkoma þannig að þetta lendir á þeim og þarna var bara frábær hugmynd hjá frábæra slökkvilistjóra getum við ekki bara sinnt þessu þannig almannavarnir, ef þið eru hvort sem er ríkið, ef þið eru hvort sem er að borga í þetta ef við ekki bara, við tökum þetta bara á okkur nei
Ertu ekki raunin að segja að ef ríkisstjórnin og embættismannakerfið væri á tánum þá væri búið að bregðast við þeim breytingum sem hafa orðið núna, þú segir að síðan í október í fyrra hafa þínu mati verið hættu laust ágúst í fyrra hafi í rauninni ekki verið mikil hætta í Grindavík. Ég svo sem veit ekki alveg hvort við erum endilega sammálaðir þegar upp kemur eldgos, en ég held að flestir trúið nú samt að rýmingatíminn ætti að leyfa það að það væri hægt að flytja fólk burt ef gos hefði komið þarna. En þú mátt ekki gleyma því, þegar upp kemur eldgos, það reyndar sem skekkir doldið og veikir minn málstæði því að þetta bölvaði eldgos 1. apríl, að það náði inn fyrir varnargarða. Það því miður skekkir jöfnuna. En fram að því, þá var ekkert meiri hætta og ég hef verið þetta öruggur í Grindavík út af varnargarðunum. Þeir bara breyta allir jöfninu og allir jarðvísindamennir, þótt þeir séu ósammála um margt, þá eru þau þó allavega sammála það hefur aldrei verið eldgos undir Grindavík. Sumir segja að það var ekki einu sinni nein hætta 10. nóvember 23. Þetta voru bara flekarnir rekast á. Ég ætla ekki að fullera neitt um það. En þér líður eins og það sé búið að drepa í dróma þetta svæði og það sé ekki verið að bregðast við nýjum vísbendingum og komandi tímum, umliðnum mánuðum það sem ætti að koma fram nýgögn, nýjar vísbendingar, nýjar rannsóknir sem minnka að minnstakosti áhættuna verulega. Nei. Og því miður, og ég veit bara minnast á að ég vona að bara hæstvirti forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir muni bara einfaldlega sjá þetta og hlusta á þetta. Það vantaði ekki hjá hann, og þess að ég heillaðist algjörlega af henni. Ég var búin að taka pínu viðtal við hana sem blaðamaður og hún mætti og Víðir mættu til Grindavíkur til þess að veiða atkvæði og ég ákvaði að mæta og bara spurði hann og ég spurði Víði og út í þetta. Hún kom bara rosalega vel fyrir og ég man ekki orðað hvernig hún orðaði, bara Grindvíkingar, við erum komin hingað til þess að hlusta á ykkur, hvað viljið þið? Þú veist, eins og ég segi, hún náði næstu því að fá mitt atkvæði. Síðan þá, leið hún komst í embætti, ekki neitt. Og ég er búin að senda henni, ég er með e-maili hjá henni. Búin að óska eftir, þú veist, getum við fengið að hitta, þú veist, fljótlega, ekki eins og svar. Nei. Og núna verður mjög fróðlegt og þetta er bara áskorun til hennar, að við ákveðum það bara nokkri Grindvíkingar og Pétur Pálsson í Vísi, ég má örugglega nafngreina hann hefur verið dálítið okkar svona ákveðin leiðtogi, hann er búin að skrifa rosalega flottar greinar sem hafa birst í Mogganum, bara ástandið og þetta er bara ótrúlega flottur maður fyrir mér og bara nýtur mikilla virðingar og ég ásebi, við skulum, en býttu fram, það er bara sumafrí, býðu með þetta fram við Vestló og bara eftir ekki að hárrétt, þú veist, ekki að vera íþyngja Kristrúnu með þetta. Eftir Vestló og það er komið á þeim tímapunkti, nú munum við bara einfaldlega óska eftir fundi með henni eins og Bjarni Ben og hann Guðrún Hafsteins, dómsmálaráðherra þá, Bjarni Ben er forsætisráðherra þessi tímapunkti, Guðrún er dómsmálaráðherra, þetta var í miðju sumafríi en þau voru samt til í að hitta okkur og það var magnað og Bjarni Ben var sem hann bara vissi ekki og auðvitað getur hann ekkert vitað allt og hann bara, er þetta svona? Af hverju er þetta svona? Hvað ruglar þetta? Við vorum að breyta þessu. Þú veist, þegar Grindvíkingar áttu að taka ákvörðun fyrir áramótum það hvort þeir vildu selja. Hann bara, hvað ruglar það? Það er hagur ríkisins að þetta sé. Hann bara puntaði hjá sér og var ótrúlega flottur. Hann óks gríðarlega mikið í áliti hjá mér aftur. Ég var svona dálítið búin að missa allar þessar spillingasögur og allt þetta, en þannig bara óks hann rosalega áliti hjá mér aftur og núna verður bara fróðlegt hvort að Kristrún hvort hún þorir bara einfallega að hitta okkur Grindvíkinga. Ég mun senda Kristrúnu tölvupóst og reyna að fá hana til þess að ræða þetta mál hér við þetta ágæta rauðaborð. En ég ætla svona í lokin aðeins að tipla á einu því viðkvæmasta í þessu öllu sem er þetta dauðsfall sem komst aðeins inn á áðan. Gott að minnast á það. Skiptir ekki svo litlu máli sko hvort hort er á það sem slys sem enginn gat séð fyrir vegna þess að ef það var þannig þá kannski eykur það líkurnar á því að það sé rökrætt ótti fyrir því að eitthvað skyndilegt og óvænt geti gerst. Skiptir það ekki máli sko hvort við horfum á það sem slys sem enginn fekk við ráðið eða bara
einhverja afskaplega sorglega handvömm og ranga ákvarðanatöku. Skiptir það ekki máli í öllu þessu samhengi og hvaða viðþorf ekki síst aðri landsmenni Grindvíkingar hafa þarna til þessar byggðar og framtíðabyggðar? Sjálfsög, frábær spurningar og gott að myndist á þetta. Og ég ætla kannski rétt á þér og kannski manns með mér varandi þetta. Þú veist, hugsaðan eins og þessi rýming daginn. Og við Grindvíkingar, ég get alveg því að þessi rýming rétt á meðan eldgos að fara af stað. En bara þannig að þú viti hvernig þið var hjá mér, við vorum ekki búin að fá neina vísbendingar. 1:30 vakna ég bara, eða vaknaði ekki, en ég vaknaði valla. Og ég bara, helvítis viðvörunarbjöllina, hvað bullar þetta? Fór bara fram á klósett, pissaði, hugsaði, hvað ruglar þetta eiginlega? Einhver mistök. Og ég var valla vaknaður, en þú veist, maður er svona milli svefns og vöku. Ég fór bara aftur, sofnaði, vaknaði 6:30 því ég þurfti að vakna það snemma, fór í símann og ég, nú var eldgos. Skilurðu mig, þetta var ekki meira. Og við Grindvíkingar, ég þurfti að ljúga mig inn í bæinn til þess að komast heim til mín. Ég þóttist vera starfsmaður fyrirtækis. Og ef ég var íbúið þá hefði ég ekki mátt fara. Sum fyrirtæki, og með golfklúbbu Grindavíkur til dæmis, hann hefur aldrei haft eins margar starfsmenn eins og þennan dag. Það voru bara allir sem sögðust vera í vinnunni hjá golfklúbbu Grindavíkur. Þú veist, svona vel virkar þetta kerfi hjá öryggismiðstöðinni eða hvað. Og svo náttúrulega erum við með þessi mótmæli daginn eftir að þetta er búið að opna í lónið, þannig að ferðamaður gat keyrt að lóninu og hann er í miklu meira návígi við eldgos, hann gat labbað eldgosinu á þess að gera nokkuð og hann gat farið að baða svo eftir í lóninu og til þess að hafa það alveg á hreinu, lónið átti að sjálfsögur opið. Ég er ekki að segja það. Og þú tengir þetta hvernig dauðsfallinu? Nei, ég kem að því síðar. Ég vildi bara minnast á þetta. Já. Af því að lónið er opið, en það er ekki opið inn í Grindavík. Þannig að við mótmæltum þessu. Já. Þá erum við ekki að segja að ég að vera líka lokað í lóninu. Það er bara, það hafa verið opið Grindavík. Og ég held reyndar að þarna hafi bara nýr lögreglustjóri gert mistök. En þú veist, núverandi aðstoðarlögreglustjóri átti nú að vera á vaktinni með henni væntanlega. Þannig að það er dálítið skrítið af því að kortið, þetta var einslitað, það var sama áhætta sem að, þannig að, þú veist, ég held að það hafi verið mistök, þannig að, þú veist, Grindavík var ekki rýmt. En ég segi bara, á sama tíma og Grindavík er alltaf rýmt svona, þá erum við með 7. dauðsfallið í þessari Reynisfjöru, ég veit ekki á hvað mörgum árum. Veistu, hvað eru mörg ár síðan? Í Reynisfjöru? Já. Þetta er frá... Ég er ekki alveg með það á hreinu, en þetta er átiltölulega skömmu árabili. Segjum, þetta er ekki meðin 5 árið það? Jú, ég held að það sé nú eitthvað meira. Ok, en mér er alveg sama. Allavega, hvað eru mörg dauðsföll síðan í janúari fyrra í semst Reynisfjöru? Er það ekki allavega 2? Það er þetta og er ekki 1 fyrra? Ég held að það sé 100% fleiri dauðsföll. Á hverju Reynisfjara, á hverju ekkert gert þar? Á hverju Grindavík lokað og að þú minnist á þetta ömurlega dauðsfall og ég, eins og ég segi, ég er bara íbúi, ég er Grindvíkingur og ég hef fullan rétt á að segja þetta að eins og þú kannski veist, það eru 5 menn með stöðu sakbornings eftir það mál og pældu í því hvað þetta ömurlega dauðsfall er búið að kosta gríðarlega mikið. Númer 1, það er náttúrulega ekki hægt að meta mannslíf til fjár. Við vitum það alveg. En þú ert að meina samfélagið af því bara, sko, að við orðið svona tappi sem bara allt stendur fast. Bara, eitt af því. Ég held að það sé ekki hægt að ímynda sér. Og ég heyrði þetta nefnilega kvöldi fyrir semst í vikunni. Það ömurlega slys gerist á hvað, þriðjudegi, miðvikudegi. Það er leitað eins og mannst. Og svo bara, það var bara ekki forsvaranlegt að hætta mönnum og því miður þurftu að hætta leitinni. Á föstudegi, á laugardegi er blaðamannafundur og ég rétt náði restina á honum og það er Víðir og almannavarnir að þarna er ákveðin sem sagt rýming í Grindavík 2 sólarhringum síðar, rúmum, klukkan 19 átti Grindvíkingar að rýma út af sprungu hættu og ég hlusta, hvað rugl er þetta? Og ég bara trúðist, ég var í Reykjavík, ég kom heim miðnætti. Þarna vorum við nokkur vorum að undirbúa bara mótmæli, bara borgarlega óhlýni. Þú, heimili þitt er bara þinn griðastaður, þú bara mátt vera þarna og löggan getur ekkert farið þarna inn.
þannig að þegar löggan ætlaði að koma bankaklukkan, það er rýming, já, þið veitir hver minn réttur ég ætla ekki að fara, þetta vorum við undirbúa. Skömmu seinna, þú veist, svo fóru fólki og ég satt í bróðumunum og maður kom og hann lýsti fyrir okkur, bæði var hann búinn að koma staði, hvernig svona sprungur eru lagaðar varanlega. Og það er sem sagt settur fleigur ofan á vörubíl, þú veist sem maður getur mokkað og hann brýtur onni og búinn til svona vaflaga rás. Svo er sett bara stórt grjót, svo minna grjót, svo mold og svo er þjappað yfir. Þetta er varanlega miðgerinn á sprungu. Hann talaði við mann sem var að vinna við þessar sprunguveikir og sá maður hafði orðaði og fannst alveg skrítið að þessar aðferð var ekki beitt í sprungunni sem að maðurinn féll ofan í og kenningin, ég get náttúrulega ekki fullyrt en kenningin er svo að því að húsið var strílheilt, það var ekkert á húsinu, sprungan lá bara hliðin á húsinu og til að laga þessa sprungu varanlega hefðu þurft að eyðileggja húsið og borga það þá út 100-150 milljónir. Kenningin er svo að einhver hafi bara, nei, við ætlum að spara okkur þetta, við ætlum ekki að laga þessa sprungu svona. Þannig að er ósakert að mann að nánast að fullyrða að ef að húsið hefði verið eyðilagt og sprungan lögu bara á venjulegan máta að þá hefði þessi maður ekki tapað lífinu og Grindavík væri bara byggt ból í dag. Þetta slys, þetta hörmulega slys bara, og þetta bara blessu sér minning Lúðvíks, eða ekki, þetta er ekki Lúðvík maðurinn, blessu sér minning hans, þetta slys setti Grindavík ljósár aftur í tíman. Bara foreldrar, og ég skil það, foreldrar gátu ekki hugsa sér að búa með börnin sinna og jörðum að bara fara að gleypa barnið þeirra. En fyrir okkur sem bjöggum hana, við mótmæltum þessu, af því að ég veit bara hvar ég bjó, ég er ekki mikið gefin fyrir gönguferði hvort sem er. Ég keyrði inn í bæinn og gata mín liggur við Víkurbrautina, keyrði inn í bæinn og ég fór inn til mín, borðaði sturtu morgun eftir og fór í vinnu. Það var einu sem ég gerði. Það var ekki meira hætta fyrir mig eftir þetta slys en fyrir, sko. Þess vegna ætluðum við að mótmæla. En svo þetta bara gerist þessi atburður og gosið tekur þrjú hús daginn eftir og allt það. Og þá náttúrulega þyrlaðist bara dálítið yfir þetta. Og ég vildi fjalla um þetta en það, þú veist, við einhvern veginn þorðið ekki, en hérna er ég sem Grindvíkingur og ég bara, hvenær ætlar einhver að fara að gera eitthvað í þessu máli og það lítur eitthvað að vera búið að gera fyrst að 5 aðilar eru með stöðu sakbornings í þessu máli. Hvað er þetta búið að kosta Grindavík? Og þetta fjölskyldum hansins sem ekki hægt að meta til fjár þetta. Nei. En mér finnst mjög áhugavert og mikilvægt fyrir Íslands samfélag að heyra rödd eins og þína. Þetta er ekki svo rödd sem að við heyrum alla jafna í mainstreams fjölmiðlum þessa lands. Þetta er við þurfum að reyna að ná sem mestu upp á borðið þótt að það sé viðkvæm umræða. Og fyrir ekki að ég má grípa fram mér og mikilvægt að koma fram og maður heyra það nefnilega. Ég var til dæmis í golfmótum daginn bara með fullorðnu fólki þú veist, eldri en ég bara bast í tal og ég sætti fyrir Grindavík og ég svona spurði bara, þú veist, má ég bara spyrja og mér finnst gaman að spyrja bara ókunna hvað álit hafið þið, þú veist, á Grindavík og hvernig er ykkar og önnur kona, veist það, ég er bara eiginlega búin að fá alveg nóg af umræðan þetta, því ég er að vinna með konur sem að bara talar bara það er aldrei nóg mikið gert fyrir þetta og ég er bara dálítið bara búin að fá nóg af þessum Grindvíkingum. Og ég get alveg skilað, þetta er búið að kosta rosalega mikið, varnargarðarnir, þetta er búið að kosta rosalega mikið, en blessunarlega, þeir hafa heldur betur sanna gildi sitt, það er tekið eftir þessu allan heim, það er bara stórkoslegt hvað ríkið náttúrulega gerði í þessu, en það er bæði hægt að þakka það og vera líka gagnrýninn á ýmsa þætti. En það er svo mikill peningur sem er í algjöran óþarfa. Í mínum huga, algjörun óþarfa og ég er búin að, þú veist, Grindavíkurnefndin það mætti taka þessi Grindavíkurnefnd á nóinu fyrir mig spara það, eða setja peningin frekar í það og ég fór með góðu vini, Hermann Ólafsson Stakkaegg, hann var nú komst í fréttirnar í apríl eða ekki, síðasta gos þegar varandi þetta með byssuna
og hann veit alveg að því ég má alveg segja það, en hann þekkir þetta svæði rosalega vel, hann ættaður frá Stað og hann bauð mér í bíltúr og bara á laugardaginn, dálítið gaman, og hann sýndi mér bara, til og með svo leiðin út á golfvöll fyrir þá sem þekkja, á vinstri hönd stutt áður en kemur út á golfvöll er tjörn, ég man ekki alveg hvað hann heitir sem út á sjónum væntanlega, og þarna er öndin mikið og þarna hafa menn mikið farið að bara skjóta önd og þarna mynduðu stoltið af sprungum, bara svona bæði litlum og stórum, og til dæmis í veginu svona slóði er bara pínulítil sprunga, alls ekki hættuleg, en bíll, ef það var í myrkri, ef hann er með ljósin á þá myndi hann auðvitað sjá þetta, en ef bíll myndi þá myndi bíllinn hugsanlega skemmast, en hann labbaði bara með mér, stærri sprungur sem hafa myndast, sem eru klálega hættulegar fyrir hvert sem er, sko, ef hann dettur honið, bara nokkuð djúpt, en það er ekkert mála að fylla í þetta, ekki neitt, það þarf bara að gera þetta og það þarf að byrja á því, einhvers stað þarf að byrja og hann eins og hann er bara vinnumaur bara allra vinnumöra, menn hann er bara kallaður sólarhringurinn, þeir sem að byggðu Stakkavík og alltaf þeir unnu bara allan sólarhringinn og pappans bara, þú veist, og hann þrekvirki sem hann er búin að gera þetta út á Stað, og hann bara þurfti sjálfur að fara í þetta, hann er með rollur hérna og annað og ég veit, mér var bent á eitthvað kjafta að þetta væri að þurfa að fylla upp í sprungur út á rollunum, og ég bara, já, þú segir að ég spila golf og spila golf í Eyjum er bara stórkostleg og við 2 teiga, 17. og 8. þá horfur við bara þvernýft upp Herjólfsdalinn eða fjallið og þar eru rolluna bara og maður fæ bara skjálta í hendunar, hvað er dýrfinna þá og matalastótuna, þú veist, passa blessu dýrin veit alveg hvað er sprunga, sko, þær er ekkert að fara að hlaupa þarna. Þannig ef að matalastóttun allar að hugsa kindun og þarna eru það ekkert að hugsa kindun út í Eyjum sem er í þessari svakalegu hæð. Þannig að Hermann sýndi mig bara og hvað hann gerði mikið, hann á bara liftara út af vinnunni sem ég Stakkavík, bara moka, hann er bara búin að fylla upp í allar þessu sprungur bara sjálfur. Hann gæti rukka, þetta er ríkisegt, sko, gæti rukka ríkið örugglega fyrir vinnuna, en í stað þess að eyða 60-70 milljónum öryggismiðstöðin, Sigmenn, Grindavíkurnefndin. Við getum örugglega farið með upp í 100 milljónur á mánuði. Spilling. Hvað væri hægt að gera fyrir þennan pening? Hrein spilling. Hrein spilling. Já, í mínum huga. Og eyða þessum pening frekar ég að bara halda áfram að laga bæinn. Það fæst ekki fjárveiting. Ég halda áfram að laga þessu sprungur af því að það verður að borga Sigmönnum 10 milljónur á mánuði. Mér langar að berja í borðinu, ég verð svo reiður. Ef ekki bara enda á þeim nótum, senda þér reiðan hérna út. Brjálaðan. En svona án gamans, Sigurbjörn Daði Dagbjörnsson, kæra þakkir fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér. Og gangið þér vel, halda áfram að skrifa þessi mál og hérna... Og þú að fjalla þetta líka? Ég að fjalla þetta og Þetta vonandi nær eyrum. Þetta vonandi nær einhverjum eyrum og ég ætla að segja eitt að lokum, þegar við feðgar fórum þarna til Grindavíkur daginn, þá var slattafólk, ég skrifaði færslum á Facebook og byrti og ég fikk bæði engaskilaboð og svo líka bara spurðu vini mínir og fólk sem ég þekki, fórstu til Grindavíkur? Er hún ekki lokuð? Er þetta ekki stór hættulegt? Og eins og ég segi, sjón er sögur ríkari. Sundlaugin er opin, veitingastaðan er allir opnir, golfvöllurinn hverjum fyrir sinn fugl fagur, við eigum fallegasta golfvölli í heimi nánast. Nei, ok, Eyjar kannski aðeins fallegri, en golfvöllurinn okkar er frábæri í frábæri standi, rosaleg traffík þar, Íslendingar er engin hætta í Grindavík, komið í heimsókn og sjáu þetta bara sjálf. Ég skal gæti ykkur með þessu. Ég get allavega sagt það að heimsóknin til Grindavíkur átti þátt í að svona breyta viðhorfum mínu aðeins og eins og ég segi sjónur sögur ríkari og þakka þér fyrir að koma hér og miðla þinni frásögn og vinnu og við erum örugglega eftir að sjást oftar. Við hér á samstöðinni ræðum gjarnan við svona andspyrnu menn og þá sem að eru ófeimnir við að koma af jaðrinum og þóra að láti sér heyra og vonandi verður það þannig áfram aldur ævi. En ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum hér áfram eftir andartak. Þarftu að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma
endilega kíkið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.